Þessi eðlisfræðikeppni, hún ekki einu sinni spennandi lengur. Nei, hún á líka date þetta og gamli Intel-örgjörfinn. Já. Heyrðu, það minnir mig á það. Ég á alltaf eftir að sýna þér hérna ættfræðiforriti sem ég var að búa til. Já, ég hef bara ekki tíma til þess núna, sko. Ég er eiginlega svolítið mikið að flýta mér. Já, heyrðu, ertu að fara á frímerkjasýninguna? Nei, ég er að fara að tefla við frænda minn. Blessaður, Sveitar. Já, þess. Blessaður. Tjöfisins nörd er að þessi. Mega nörd. Þetta er maður minn fyrrverandi. Það er svo afbrýðisamur. Já, komið þið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn Harmsögur úr samtímanum. Misskilningur. Hvernig verður misskilningur til? Því er ekki gott að svara, en gestur þáttarins að þessu sinni er Einar Stefánsson, sem hefur sögu að segja. Einar, velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Jó, ég lifði í misskilningi alla mína æsku. Þannig var að foreldrar mínir, þeir gáfu mér reiðhjól þegar ég var 7 ára gamall. Og mamma, hún var alltaf að brýna fyrir mér og krökkunum í hverfinu að fara aldrei út að hjóla nema að vera með hjálma. Og eitthvað misskildi ég þetta og heyrðist hún segja Hjálmar, sem var gamall maður sem bjó á hæðinni fyrir ofan okkur. Og alltaf þegar ég ætlaði að fara út að hjóla þá hljóp ég náttúrulega upp til gamla mannsins, en hann var aldrei heima. Og ástæðan fyrir því, ég komst að því miklu seinna, ástæðan fyrir því að hann var aldrei heima var svo að hann var alltaf út að hjóla með strák sem bjó í húsinu við hliðina á okkur, sem var reyndar sá sami og kom hérna í þáttinn í síðustu viku til þín. Einmitt. En þetta var allavega til þess að ég læriði aldrei að hjóla. Já, svona getur þetta verið. En Einar, við erum með leynigest í kvöld. Þú eru auðvitað ekki hugmynd hver það er. Já, er það ekki hann? Jú, það er Þorvarður úr síðasta þætti ásamt Hjálmar á hjólinu og ekki bara hann heldur líka Guðmundur frá 2 vikum síðan með sinn Hjálmar, kynnu þið svo vel. En við hjá þættinum Harmsögur úr samtímanum hefum ákveðið að gefa þér hjól með hjálpardekkjum svo þú getur lært að hjóla. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Þú heiti Hjálmar, eða ekki? Jú, ég heiti reyndar Hjálmar. Má ekki bara bjóða þér far? Þakka þér fyrir. Ja, hallo? You're crazy, globalism. Yeah, oh, oxen rigging in a carpet snake just crazy. Oh.
Ha! Græsni. Well, Græsni, Græsni. The Græsni. Well, yeah. Okay. Well, Stine. Okay. Okay. Útlönd. Ég hef verið næturvörður í 16 ár. Þetta er ekki starf fyrir hvert sem er og þetta er meira svona starf sem að kemst upp í vana. Það þarf þolinmæði og festu í þetta. Því er ekkert að vera taugaveiklaður. Verður aldrei leiður? Ha? Leiðist þér aldrei? Nei. Það gerir svo margt hérna, sko. Rölti líka stundum hérna fram og bara skoða. Kynni ykkur hérna fyrir vini mínum. Kísa mín. Það kemur ekki. Hefur ekki komið lengi. Svona daginn þá hringdi nú síminn hérna bara miðanótt. Já, og hver var það? Það var einhver maður sem var að spyrja einhvern Magnús. Það er náttúrulega engin Magnús hérna, sko. Bara ég. Komið nú öll sæl og blessuð. 9 taurullurnar frá Völundi alveg frábærar. Og með hverri nýrri taurullu fylgir lítið hamstur. Húsmæður, komið og hamstrið taurullurnar hjá Völundi. Ég er búinn að vera svo dommaralegur eitthvað. Ha? Hvað, af hverju? Ég veit ekki. Blessaðu, ertu engin ástæð til þess? Nei, eigum við að taka vídeó? Já, gerum það. Hefur þú séð þessa? Já, ég er búinn að sjá hana. Hvað eru nýju spólurnar? Þið mér ekki aðstofið það? Láttu mig hafa eitt ostapá. Það dotti hérna spóla í þess. Þetta er ekki nýmynd. Nei, við höfum séð hann oft þessa maður. Já, ég nenni ekkert að horfa á þetta aftur. Þá bara skjótust út á leið og skiptumunni. Já. Ég er svo spenntur yfir þessari rosalegu spennu minn. Harrison Ford þarf nú aldeilis að standa sig
En þannig vill til að ég veit hvernig myndin endar og það konan hans sem morðinginn. Haha, hvernig gruna það? Já, skulu skrifa eftir mér, krakka mínir. Begum, kære. Og jeg vil have sugekaffe. Kom inn. Forláti mér að ég skuli trufla kennslustundina. Styrkárum minn, þú gleymdir bitanum þínum heima í morgun. Hérna slátrið og sviðasultan og hrútspungarnir eru þannig ábót neðst. Gjörðu svo vel, snáðinn minn. Þú hefur fengið frá mér miðan, Þjóðólfur. Nei, nú kem ég alveg að fjöllum. Það foreldrafundur í kvöld og það eru þetta allir velkomnir. Já, byttu nú, þangað vil ég fara, þar vil ég vera. Styrkárum minn, eitthvað hefur fallið milli þilja hjá þér að segja mér frá þessu. Ég kem á þessa foreldrasamkomu og hver veit nema mitt búilag geti glatt ykkur á því þinginu. Verði blessuð og sæl lömbin mín og börnin mín. Þið segi bara til, lömbin mín. Ég get haldið áfram fram undir nómbi. Þið segi bara til. Þetta var alveg frábært, Þjóðólfur. Þakka þér kærlega fyrir. Þá dettur mér í hug þessi kviðlingur. Langt að kveldi komið kennslukonan Fríða. Nú mál að hætta hér og heim að fara. Æ, pabbi. Ég bara að stríða. Leitaði einhverja hjálp? Strjúktu mér lærin stinn stúlkan litla rjóða. Ég skal seinna setja hann inn og strokka vel mín góða. Strjúktu mér lærin stinn stúlkan litla rjóða. Ég skal seinna setja hann inn og strokka vel mín góða. Það alveg sorglegt hvað amerísk lágmenning hefur náð miklum tökum á fólki. Fólk hefur ekki lengur gaman að íslenskum kveðskap og fornum siðum. Styrkárum minn, við skulum halda heim í kot. Við megum ekki missa af húslestrinum. Ég þola hann ekki, ég hata hann. Og ekki bara koma heim með þér. Jú, vinur minn. Góðan daginn, Guðrún mín, gakktu nú á fætur. Styrkár stekkur inn til þín, stúlku gefur gætur. Þakka þér fyrir að eyðileggja fyrir mig brúðkaupsnóttina. Hver var þetta? Það veit ég ekki. Sko kérling bara. Get ég aðstofað þig, ungfrú? Finnur þú ekki bílinn þinn? Finnur? Hvað áttu við? Eitthvað að? Hvað gengur hér á? Finnur. Það gott að þú komst. Ungfrúin finnur ekki bílinn sinn. Handtakið þessa konu. Hún myrti aldraða frænku sína. Þetta satt? Nei! Hvað ég man ekkert! Nei, nú hringi ég Jens.
Passið ykkur, hún er með byssu! Hvað gengur hér á? Hver ert þú eiginlega? Ég er... Ertu Steinunn? Ég held ég sé... Hver? Ég held ég sé... Ég held ég sé dóttur þín. Hver er dularfulli öldungurinn? Fylgist með næsta þætti bílastæðavarðana. Hei! Pissa! Pissa bussuna! Gott kvöld. Verðbólgudraugurinn veldur enn usla hvar sem hann kemur og verðbólgan hækkaði sem nemur 10% stigum í gær og hefur hækkað 7% stig það sem af þessum degi. Til að ræða þessi mál eru hingað komnir hæstvirtur landbúnaðarráðherra Ólafur Guðmundsson, hæstvirtur forsætisráðherra Hallgrímur Gestsson, hæstvirtur dómsmálaráðherra Jóhannes Egilsson og hæstvirtur fjármálaráðherra Ágúst Arinbjarnarson. Velkomnir herrar mínir. Mér langar að byrja á því að spurja yður, hæstvirtur fjármálaráðherra, hver er stefna sitjandi ríkisstjórnar í verðbólgumálunum? Jú, þakka þér fyrir. Við munum leitast við að ná niðurlögum verðbólgunar eins fljótt og auðið er. Nú sögðu þér nákvæmlega þetta sama fyrir kosningar. Samt hefur verðbólgan ekkert gert nema að aukast. Hverju er það að kenna? Við erum ekki færir að svara því að svo stötu máli. Hæstvirtur forsætisráðherra, hafið þér rætt þetta vandamál við hæstvirtan herra forseta Íslands? Jú, þetta mál hefur borið á góma og fundum vorum og er það mál manna að hér verið að gera gangskur á ef ekki á illa að fara. En nú hafið þér, herra dómsmálaráðherra, legið undir ásökunum að flytja inn til landsins þeldökkar nektardansmeyjar og að þiggja mútur. Hvað viljið þér segja það? Við viljum ekki svara þessu að svo komnu máli og að svo stöddu. En vonum að þetta skýrist síðar. Já, en nú komumst við því miður ekki lengra í kvöld vegna þess að tíma okkar er á þrotum. En ég þakka ykkur fyrir líflegar og fræðandi umræður. Góðar stundir. Ég syndi í sænum sjóveik og svolgra í mig hafsjónum. Lífsþorstinn er svimandi. Fiskarnir eru forvitnir. Hver er þessi stúlka? Sannfærður visku sína. Þeir skipa mér að syngja. Svölur og sæstrengir. Svölur og sæstrengir. Og þá sagði sólin stopp. Borgarar, sýnum ábyrgð. Stöðvum stöðumælaglæpi. Bílastæðasjóður. Jæja, mamma og pappi, þá ég núna staddur hérna erlendis í kvikmyndaskóla og
Ég hérna í herbygginu mínu á heimastinni og hérna hann, hérna herbyggisfélagi minn, hann Klaus. Klaus, you wanna say something to my parents? Nei, Klaus vill ekki tala. En þetta ný spóla frá mér núna og ef þið eiga hana lengi þá verður hún ekki lengur ný, heldur bara gömul spóla frá námsárum mínum. Og þá spennandi að sjá hvað ég hef lært mikið og allavega núna er ég ekki byrjað að læra mikið en ég ætla að prófa að klippa hérna dálítið og við skulum sjá hvernig til tekst. Næsta lag sem við ætlum að flytja heitir Spillingadans. Spillingadans, spillingadans og alþingi ráðamenn dansa þennan vals. Gróða, fíkn og nautnafans, kapítalista randskotans. Já, íslenski ráðamenn, þeir eru svín, á meðan alþýðan biður mat. Neyðar og fólksins fyrir þeim grín, þeir sitja og tróða á sig gat. Það tími til kominn að henda þeim út, hálsinn berum við rauðan klút. Hendum þeim fyrir hundana, látum þá drekka hland, og hér mun rísa fyrirmyndarland. Af hverju gera slysinn alltaf þegar þú ert að fara á mikilvægan fund? Hver kannast ekki við svona atvik? Ekki snerta mig! Já, eða svona atvik. Hver man ekki eftir svona leiðinda atviki? Já, ég kem ekki fyrir heim, bara einhvern tímann, sko. Hver kannast ekki við svona atvik? Ertu að gefast upp? Nú er þetta vandamál úr sögunni. Því norski fataframleiðandinn Hüttegutten hefur hannað nýja línu fyrir konur sem láta ekkert stöðva sig. Við kynnum undradraktina. Undradraktin er samansett úr 49 lausum einingum sem á taka sundur á ótal vegu. Þú einfaldlega klæðir þig úr þeim hluta sem hefur óhrengast eða skemmst. Einfaldara gæti það ekki verið. Þú einfaldlega tekur hlutan sem hefur óhrengast og leggur hann í bleyti á meðan þú sjálf sinnir starfinu. Segðu bless við vandræðileg augnablik og segðu yes við undradraktinni frá Hüttegutten. Já, þú kemst alveg örugglega lengra með Hüttegutten. Hüttegutten, fyrir konur sem vilja ná langt í leik og starfi. Varð að tala við þig, ég langaði svo að beðið afsökunar að ég skildi prumpa svona á þig á brúðkaupsnóttinni þína. Já, ég hef nú kannski heldur ekki átt að prumpa á þig þarna á veitingastaðnum. Hvaða kona var þetta sem var með þér? Engin sérstök. Hún skipti mig engu máli. Þetta er eina konan sem ég elska og ég vil bara fá konuna mína aftur. Og ég vil fá manni minn aftur. Kysstu mig. Já, ef þú vilt heldur vera með honum þá, vertu það bara. Ég er farinn.
heimsendir í nánd. Veröldin líður undir lok á morgun. Við munum öll farast. Iðrist gjörðu það ykkar, eða þið munum öll brenna í helvíti. Síðasta tækifæri til að koma vestfiskan harðfisk á 300. Heimsendir!